Lárus Jónsson, sigur á 6-faldum Íslandsmeisturum í kvöld í höllinni, fyrstu viðbrögð. Gríðarlega ánægður og stoltur af strákunum. Þeir sýndu bara svona stórt Þórshjarta og hrikalega ánægður með áhorfendur. Þeir svona byggu til alveg frábæra stemningu sem gaf strákunum auka orku sem ég held að var bara orkan, greddan sem skópunni sigur. Það var, eins og þú segir, gredda og orka, það var hrikaleg stemming í liðunum. Maður sá það á þeim strax upp að þeir ætluðu sér að sigra. Já, þeir ætluðu sér að sigra og kannski voru svona, eftir að við náðum svona góðri forystu, þá voru við kannski svona aðeins svo ánægðir með sjálfan sig og slökuðu aðeins á, einbeitingi fór aðeins niður og þess vegna náðu KR að komast aftur tilbaka inn í leikinn. Var farið að fara menni undir lokinn þegar þetta var komið niður í 2 stig ef mann rifjast kannski upp stjörnuleikurinn? Sko, það líður engu vel þegar þú ert 2 stigum yfir og hitlið er með Brynjar Þór Björnsson fyrir utan þriggja Það kveiknaði nú svolítið hressilega í Brynjar í seinni hluta leiksins. Já, hann var alveg frábær og bræðurnir. Þeir voru líka alveg svakalega stór skot fyrir það. En samt sem áður þótt að þeir hafi náð þessum góða raunni en það dugði ekki til þess að stöðva okkar reynslu litla lið. Nei, ég held það sem kannski skópsigurinn í lokinu voru frákostin. Við náðum svona að tryggja frákostin þegar við þurftum að ná þeim. Ég held að það skipti sköpum. Og það sem þú ert búin að vera að kalla svolítið eftir að Terrans hefur komið inn, að það væri að vera yfir í frákvastabaráttunni. Já, við höfum ekki tapaleik þar sem við erum annarkvort jafnir eða yfir í frákvastunum. Hann var ekkert með í síðasta leik en spilaði svolítið með í kvöld og hann verður ekki með á 15 á móti Tindastóls? Jú, hann var bara með einhver eymsli í kálfa þannig að við þorðum ekki að taka sénsinn á móti ÍR. Það geta komið baki okkur, hann geta orðið frá í marga vikur. Þannig að hann leit bara vel út, núna bara kælir hann og við sjáum bara hvernig hann er á morgun. Góðum höndum með sjúkraþjálfara sem sé til þess að hann veri sprækur á 15. Já, hann var tjatlaði hann allan saman fyrir kvöldið í kvöld og hann sagði að hann veri tilbúin til að spila og þá bara spilaði hann. Ali, við verðum eiginlega hvetja áhorfendur sem alla sem voru í höllinu kvöld að koma og taka fleiri með sér. Það voru með yfir 300 manns og stemmingin eins og þú sagðir upp hún var alveg geggjuð. Já, ég er eiginlega alveg sannfærður að það komu örugglega 200 á króknum. Þannig að við skulum bara fylla höllina á 15 og búið til alveg geggjaða stemningu. Og 2 stig heim í hús. Já, við ætlum allan að gera okkur besta til þess að ná þeim. Það gangi vel. Takk.